Já, og það eru Haukar sem byrja með boltann í seinni hálfleik. 14-7 staðan, Frömmurum í vil. Þeir eru svo sannarlega í bílstjórasætinu, eins og sagt eins og Einar Jónsson þjálfari þeirra var í morgun. Við settum þjálfarana, Einar og Aron, í go-kart og það var Einar sem hafði betur. Það má sjá þetta inn á rúv.is á vefnum, einvígi þeirra þjálfarana í go-kart. En hér það Haukarnir í fyrstu sókninni í seinni hálfleik, Árni Steinn, og sjáu þið grimmdina í Stefáni Baldvin þarna, fremstur í framvörninni, búinn að vera algjörlega frábær þarna í þessari stöðu. Og Haukarnir eru í basli og Sigurbergur með skot beint á Magnús Gunnar sem tekur 10. skotið sitt. Og Frömmur liggur náttúrulega ekkert á. Leggja stað í róleitum í sóknina. Eru með byrjunarliðið sitt inn á Sigurður Eggertsson á miðjunni. Róbert Aron og Jóhann Gunnar í skiptustöðunum. Í hornunum Ólafur Jóhann og Stefán Baldvin og Haraldur inn á línunni. Og Róbert Aron, Jóhann Gunnar og Stefán Baldvin, og hann tekinn föstum tökum þarna. Þarna var Stefán kominn út úr hornin og Sigurður Eggertsson dottinn þangað. Og Sigurður núna aftur á miðjunni. Freyr fremstur í ágengri vörn Haukana. Spila vörnina framalega núna, þeir verða að taka áhættu, reyna að vinna boltan og fá einhver hraðupphlaup sem að sáust ekki hjá þeim í fyrri hálfleik. Þetta nánast engin hraðupphlaup var að vera í leiknum. Og flott skot, flott varsla þarna. Aron Rafn Eðvarsson tekur 4. skotið sitt. Og Ægir Rafn Jónsson mættur þarna, tekur hressilega á móti Árna Steini Steinþórsssyni. Aukakast. Og Einar Jónsson svellkaldur og rólegur hérna á bekknum hjá Frömmurum. Enda hans lið í góðum málum. Einar Annar Jónsson getur við sagt, eins og Otto Rehagel var kallaður í Þýskalandi, fótboltaþjálfari. Hann skilaði alltaf öðru sæti, Einar búinn að gera það sama. En hér það Árni Steinn Steinþórsson sem skorar 3. markið sitt. Minkamunin í 14-8, fyrsta markið í seinni hálfleik. Einar Jónsson búinn að lenda í öðru sæti, skipti til skipti með kvennalið fram, og núna hefur hann tækifæri til þess að loksins vinna Íslandsmeistaratitil. Og Sigurður, Róbert Aron, hann upp með skot í stöngina. Og þá Sigurbergur með línusendinguna og þeir skora. Jón Þorbjörn Jóhannsson með annað markið sitt. 14-9. 2 fyrstu mörkin í seinni hálfleik eru Hauka og þetta það sem þau þurfa til þess að vinna þennan munu og til þess að gera leikinn spennandi. Framarar ekki ennþá mættir alminlega til seinni hálfleiks. Sigurður, Jóhann Gunnar skipta hér stöðu, Jóhann á miðjuna og skotið framhjá, ekkert dæmt, og Aron Rafn gefur boltanum hér í leik. Framarar fljótir aftur, hleypa Haukunum ekkert í hraðupphlaup, en Tjörvi á fulla ferð og skorar. 3 mörk komin hjá Haukum hér í upphafi seinni hálfleiks. 14-10. Þeir eru búin að minnka þetta í 4 mörk. Tjörvi Þorgeirsson, ekkert tík á honum þarna, keyrir bara á framvörnina. Og á 4 mínútum eru Haukarnir búin að minnka munin 3 mörk. Og það meira segja þó þeir hafa ekki nýtt fyrstu sóknina sína. Sigurður og Róbert Aron. Og þeir lenda hér saman tveir framararnir. Það dæmt aukakast. Þarna kom Matthías Árni Ingimarsson út og náði að trufla á svolítið. Ítti þarna við Jóhanni Gunnari. Og þá Sigurður, Jóhann. Sjáuð vörnina hjá Haukum núna. Lítið að gerast hjá Frömmurum. Róbert Aron, hann reynir í þessu lausa með skot í slána. Og aukakast, það koma leiktöf. Þá stillaði væntanlega fyrir Róbert Aron Hofstad í skotið. Nema Sigurður Eggertsson ætlaði að taka eitt undirhandarskot, eina klínu. Haraldur vill þurrka boltan aðeins.
eins furðulegt og það að þá ja, þetta kannski bara eitthvað rusl sem hefur sest á boltan. Getur ýmislegt rusl fest í klístrinu, en svo líka ef of mikill sviti sest á boltana þá verður hann hleypur eins og sáfusbyggi. Sigurður reynir undirhandar línuna, það gengur ekki upp og það er komin leiktöf á Framara. Þeir missa boltan og Haukarnir geta enn minnka muninn. Tjörfi, Sigurbergur, Tjörfi, þeir keyra bara á þá. Missa boltan og Stefán Baldvin triplar honum fram, Stefán, og hann skorar. Þarna flýttuðu sér aðeins og mikið Haukarnir, mistu boltan klaufalega. Stefán Baldvin Stefánsson með fyrsta mark Framara í seinni hálfleik þegar rúma 5 mínútur í liðnar. 15-10. Þarna lá Haukunum aðeins svo mikið á. Þeir verða átt að sjá því að þeir skora ekki nema 1 mark í hverri sókn. Tjörfi og Árni og hann skorar. Árni Steinn Steinþórsson með 4. markið sitt. 15-11 og sóknarleikurinn gengur miklu betur upp núna hjá Haukum heldur en í fyrri hálfleik. Skoruðu náttúrulega ekki nema 7 mörk í fyrri hálfleik en eru þegar komnir með 4 hér. Og Sigurður, Róbert Aron, Sigurður aftur, Einar Gunnar og Jóhann Gunnar segi ég og Róbert upp en brotið á honum. Sigurður, Róbert, þetta er ruðningur, lendir hana beint á Matthías Árna. Fín vörn hjá Haukum. Aldrei spurning hérna, þetta var ruðningur. Og þá koma Haukarnir, geta minkað þetta niður í 3 mörk. Sigurbergur, Tjörfi og Árni Steinn. Sigurbergur reynir að rífa sig hérna lausan en Tjörfi missi boltan. Flýta sér aðeins svo mikið þarna og ráð ekki við hennar hraða. Þá kemur Ægir Hrafn Jónsson út af og Haraldur Þórðarsson kemur inn á í hans stað. Þeir á línuna. Þá Sigurður Jóhann og ekki mikið að gerast núna í sókninni hjá Frömmurum. Róbert Aron, hálf vandræðalegt, Róbert með skot og mark. Hann getur þetta, lyft sér upp úr engu og skorar 3. markið hans. 16-11, aftur 5 marka munur. Og það Árni Steinn og fín vörn þarna. Býttu og þeir vinna boltan. Ég held nú að þetta væri, jú, býðu nú við. Hvað er í gangi hér? Og Einar segir sínum mönnum að róa sig. Já, aukakastið skal tekið á réttum stað, segir Hlynur. Ég held nú fyrst að þetta væri brot á Framara, en ekkert dæmt og Framara ætluðu hraðahlaup en aukakastið skal tekið á réttum stað. Tjörfi skilur ekkert í því að hafa ekki fengið dæmt aukakastan á hann. Sigurður Páll kominn inn á núna til að stjórna leik Framara. Sigfús, Jóhann, Róbert Aron og hann keyrir inn í vörnina og Haukarnir vinna boltan, Gylfi og Sigurbergur og hann ver þetta frá Freyr Brynjarsinni. Magnús Gunnar Ellinsson, Freyr setur boltan beint í axlarhæð á honum og Sigurður Páll Sigfússon fær síðan 2 mínútna brottvísun. Ja, þetta er náttúrulega rosalega, þetta er flott markvarsla en þetta er illa gert. Verði ég að segja hjá Freyr Brynjarsinni, 1 á móti markverði og hann setur hann beint í axlarhæð fyrir hann til að verja og hann má bara ekki gera það í þessu færi. Sigfús Páll Sigfússon fékk 2 mínútna brottvísun fyrir brot þegar Haukarnir lögðu af stað í hraðahlaupið. Þarna fengu Haukar loksins hreint hraðahlaup og klúðruðu í þá. Og þá Róbert Aron, Framararnir einu færri í sókninni. Þetta er vandræðilegt og það er að koma leiktöf. Róbert Aron og þeir missa boltan. Sigurbergur, Gylfi aftur og
þetta Matthías Árni Ingimarsson með skotið en það dæmt víti. Sigurður Eggertsson fylgdi Matthíasi segi þarna inn í teginn. Já, fylgir honum inn í teginn, ekki aldeilis, en dæmt víti. Og það Sigurbergur Sveinsson í þriðja sinn á vítalínuna og hann skorar. Hann skorar úr 2 vítum og skoraði auki úr frákasti, eða þegar hann tók frákasti eftir að skoti í Lána. 16-12, 4 marka munur og Haukarnir geta nagað sér virkilega í handabökina, hafa ekki nýtt betur færin til þess að minnka munin meira núna síðustu mínúturnar. Þeir hafa fengið færin til þess. Sigurður, Framararnir ennþá einu færi. Róbert Aron og Jóhann Gunnar. Stefán Baldvin og þeir nálægt í að missa boltann, það ekkert að gera upp í sókninni. Það koma leiktöf, Jóhann Gunnar og einn þarna á móti 3, kemst ekki langt. Og Róbert Aron með skot, Aron Rapp verið þetta. Tóku skotið þarna í örvæntingu, var að koma leiktöf og Framar hefur konið með fullskipa líða 9. 4 marka munur og ná Haukarnir núna að minnka þetta í 3 mörk. Það hefur ekki tekist hingað til. Ellefu mínútur liðnar af seinni hálfleik. Munurinn í leikliði 7 mörk, góðið niður í 4 og Tjörvi leysir hérna inn á línuna og þeir opna hornið, Gylfinn og hann skorar! Gylfi Gylfason skorar sitt fyrsta mark í kvöld, minnka muninn í 3 mörk, 16-13. Haukarnir eru búin að vinna upp meira en helminginn af muninu sem var í hálfleik. En það verður gríðarleg orka í þetta. Og Framar að konu með fullskipa lið. Sigurður, Jóhann Gunnar og þeir voru keiri inn í vörnina og sjáu þið vörnina núna hjá Haukum. Þeir taka þetta og boltinn í horn. Jóhann og Róbert Aron. Hann upp og fær aldrei að finna fyrir þeir opna hornið og þetta rosalegt að sjá hvernig Ólafur Jóhann Magnússon nýtir færin sín í hægra horninu. 3 skot, 3 mörk, 17-13 og Tjörvi, Árni, Tjörvi og Freyr og þeir verða að hægja á. Sigurbergur eitthvað að kvarta undan trakteringu sem að fær í vörninni á Frömmurum og sem fyrr Stefán Baldvin þar fremstur sem að spila frábælega í þessari framliggjandi stöðu í vörninni á þeim og Sigurbergur upp, hætti við og Árni Steinn reynir að fara í gegn en það Stefán Baldvin sem mættur þarna að trufla hann. Hann nefnilega ekki bara í því að trufla þarna leikstjórnandan, heldur hann gríðarlega duglegur að koma og pressa með þeir reyna gegnum brotin fram hjá bakvörðunum. Og Tjörvi leysir inn á línuna, Freyr reyna að komast í gegn og fær aldeilis að finna fyrir því. Stefán Baldvin tekur að þarna og straujar hann og aukakast dæmt, ekkert meira en aukakast. Stefán nú heppinn reyndar þarna, hann skutlaði sér nánast á hann og Árni Steinn reynar að komast í gegn. Það koma leiktöf á Hauka, flott vörn hjá Frömmurum, gríðarlega öflugir og þeir stilla upp fyrir Árna Steinn. Ægir Hrafn þarna með vængina út og Árni Steinn með skot og Ægir Hrafn kemur þarna á mótunum og Árni fær ekkert fyrir sinn snúð. Það var nú brotið á hann þarna í skotinu en þeir leyfa heilmikið hérna dómararnir og Tjörvi lætur á eitthvað að heyra það. Róbert Aron kemur út af og inn á kemur Stefán Darri Tórsson í staðinn. Róbert Aron aðeins bíldur. Einar Jónsson veit að hann þarf aðeins að rótera liðinu meðan að bústa Framar að geta náða aftur til markaforystu. Og Sigfús Páll, Stefán og Jóhann og Aron
Rafn ver frá honum og það Sigurbergur sem nær frákastinu. Aron Rafn Eðvarsson komið með 6 skotvarinn og þeir opna hornið, Gylfi inn og skorar. Gylfi Gylfason svífur þarna fallega inn úr horninu, skorar annað markið sitt. 17-14, aftur 3 marka munur og 15,5 mínúta til leiksloka. Og þá Sigfús Páll og Stefán Darri með frábæra línusendingu og Haraldur Þorvarðarsson skora fyrsta markið sitt í kvöld, 18-14. Þetta var laglega gert hjá þeim báðum. Stefán Darri með flotta sendingu og nú nýtti Haraldur Þorvarðarsson færið sitt. Lunginn við að finna sér pláss og færi á línni Haraldur. Eini ljóðurinn hjá honum stundum nýtingin á færunum. Gylfi og Tjörfi, Sigurbergur, Árni Steinn. Og flott vörn hjá Frömmurum aftur, eins og í síðustu sókn. Hauka og línusendingin reynd þarna inn á Matthías Árna. Hann ekki að grípa. Ágætis hugmynd en gekk ekki upp og Framarar fá tækifæri til þess að komast á aftur 5 mörkum yfir. Spila flotta vörn Framarar, en það gera Haukarnir líka. Haraldur kemur núna inn á línuna. Stefán Darri fann hann á þann. Þá Sigfús Páll, Stefán og Ólafur Jóhann. Og Sigfús Páll, og þetta ruðningur á hann. Og Freyr Brynjarsson í ræðublöð. Freyr einn á móti Magnúsi og nú skorar Freyr. Nú beið hann og skorar sitt fyrsta mark í kvöld. 18-15. Hraðuplaup hjá Haukum og Freyr Brynjarsson með sitt fyrsta mark. Nú gerði hann rétt. Hann beið eftir hreyfingunni hjá Magnúsi og vippaði síðan boltanum bara í rólegheitum fram hjá hann. Þá Ólafur Jóhann og Stefán Darri. Stefán og Aron Rafn frá honum og Sigurbergur nær frákastinu. Aron Rafn komið með 7 skot og Haukarnir geta minnkað muninn í 2 mörk þegar rétt rúmar 13 mínútur eru eftir að leiknum. Það var ekki alveg svona taugastrektur í go-kartinu í morgun en það má sjá upptöku á vefnum hjá okkur rúv.is af einvígi þjálfaranna tveggja í go-kart í morgun. En þá Tjörfi, Árni, Tjörfi aftur og Sigurbergur hætti við. Það ekkert að gerast hjá þeim núna fyrir að koma leik sjónundaginn. Þá Sigurbergur í gegn og hann skorar! Sigurbergur Sveinsson með 7. markið sitt. Hann minnkar muninn í 2 mörk, 18-16. Og það þegar 12,5 mínútur eftir, nákvæmlega. Og Einar Jónsson tekur leikhlé. Þeir eru búin að vinna upp 5 af 7 mörkum sem Framarar höfðu í forystu þegar seinni hálfleikurinn hófst. Þetta bara svipað og síðasti leikur. Þá höfðu Haukar 6 marka forystu í hálfleik, Framarar unnu hann upp. Og línan held Jói, þú spila með línur, Siggi maður og mann hérna. Það með línur? Nei, já, bara hjá Jóa. Fíla bara, ekki koma. Herru, hérna, og settu sér 4 og 5. Röfni klára 5-unni. Herru með, stefni úr hérna verðina. Það er fáa, ára sér minna. Herru, stákar, yfir að, nú Báli að þóra, strók. Hei, kom hérna, koma. Koma, hérna maður. Já, Siggi á að setja ringinn af stað, ringekjuna. Það sem sagt fara út til vinstri, skipta við Róbert Aron. Já, sjáum við þessa línusendingu á þann og flott markið hjá Haraldi Þorvarðarsinni. En það eru Haukarnir sem eru búin að minnka muninn í 2 mörk. Og
við fáum spennandi lokakafla hér. Sigurður Haraldur kominn út og þá fer hringurinn af stað. Róbert Aron kominn hérna inn á miðjuna, keyrir inn í vörnina og þeir eru ekki nema 4 haukarnir í kringum hann þarna. Veitir nú ekki af. Sigurður, Jóhann og þetta er ruðning. Nei, Freyr nálægt í að fiska ruðning hérna á Sigurð Eggertsson sem fékk líklega neð á honum í lærið. Það er ekki þægilegt. Róbert Aron og reyna að rífa sér lausan hérna og aukakast. Það komið þarna skref, það er hárrétt hjá Líni. Og Róbert, hvert ætlar hann? Sigurður, reyna að koma boltann inn á línuna og Harald, það gengur ekki. Aukakast, eina ferðina enn. Þetta er orðin löng og ströng sókn Framara. Það er að koma leiktöp. Sigurður, og hann lendir þarna á Sveini Þorgeirssyni. Róbert með undirhandarskot og Aron með þetta. Aron Rafn Eðvarðsson tekur hér 8. skotið sitt, kemur sterkur hér til seinni hálfleiks. Magnús Gunnar Erlendsson átti fyrir hálfleikinn, nú er það Aron Rafn Eðvarðsson og Haukar geta minnkað muninn í 1 mark. Þetta ætlar að verða spennandi. Framarar er ekki búin að skora nema 4 mörk segi ég, hér á 19 mínútum í seinni hálfleik. Og Sigurbergur missir boltann, Árni Steinn nær honum og Framar að vinna síðan. Og löng sending fram. Og Aron Rafn Eðvarðsson ver þetta frá Ólafi Jóhanni Magnússyni. Fyrsta skoti sem Ólafur Jóhann klikkar á. Og Haukarnir, þeim liggur aðeins svo mikið á köflum. En Sigurbergur, Árni, út í hornið, Gylfi. Og það er nú svo þröngt hérna að ég sé ekki eins og út í hornið, en þetta var Gylfi, já. Og sóknin heldur áfram hjá Haukonum. Og Tjörfi, Sigurbergur Tjörfi aftur. Og Tjörfi leysir hún inn á línu og fær boltann. Og með skoti í slána og hvað? Þeir ná boltanum Framarar. Já, þetta gekk ágætlega upp nema Tjörfi náði ekki að hitta á markið. En hlaupið og sendingin voru í fínu lagi. Og þá Sigurður, hann í gegn og skorar! Ætlar hann að reyna gleðigjafi hér í Saganírinni eina ferðinu enn. Sigurður Eggertsson með annað markið sitt. 19-16. Þetta er nú einmitt maðurinn sem þeir líta gjarnan til þegar það er í harðbakkann. Þá er það Sigurður Eggertsson sem tekur á sig ábyrgðina. Þarna reif hann sig í gegn. 9,5 mínúta eftir, 3 marka munur, 19-16. Og Árni Steinn upp og Magnús Gunnar Erlendsson tekur hér 12. skotið sitt. Harði 9 skot í fyrri hálfleik, komið með 3 í seinni. Þetta var flott varsla hjá honum og mikilvægt. Og það er hætt við því, ef Framarar ná núna aftur 4 marka forystu, að Haukarnir gætu hreinlega að gefast upp á. Búin að eyða gríðarlegri orku í að vinna þetta upp. En þeir vinna boltann hér, Freyr og Róbert Aron brýtur á honum. Gerir það mjög snyrtilega og aðeins dæmt aukakast. Já, Haukarnir náðu ekki hraðuplaupið þarna en þeir vinna á boltann. Og hvað? Taka leikli, Haukarnir taka leikli. Aron tekur hér leikli til þess að ræða við sína menn. Inn á því 9 mínútur eftir, 3 marka munur, 19-16. Strákar, sóknarlega, hótti í hotbar, reysir, kemur, Nonni, og lætur það bara, ef hann er að reyna að vinna þig, skilurðu, hann lætur það bara að vinna þig yfir, og hver á hægir, þetta með, hver heitt á mótinn, ef að Stefán fylgir þér, spilar þér bara tilbaka á Tjörfa, þetta með, strákar, við erum að halda blokkina, já, aðeins við erum að halda um að keyra
Sjáum hérna þessa vörslu hjá Magnúsi áðan frá Frey. Það var stórt augnablik. En Haukarnir geta minnka muninn aftur núna í 2 mörk. Haldið sér inn í leiknum. 8,5 mínúta eftir. Og Freyr leysir hérna úr horninu. Kemur á Ægir Hrafn og fær aukakast. Ægir sterkur þarna í vörninni. Talsverður stærðar og þyngdarmunur á þessum tveimur. Og Ægir og Róbert Aron ná þarna að stöðva Frey. Sá hefur nú fengið fyrir ferðina. Þarna, já, hann með fína rispu þarna, smá blóð. Og Tjörvi, Sigurbergur og Tjörvi leysir inn á línuna og þeir reyna að koma boltann hann inn og Jón Þorbjörn aukakast dæmt. Broti á Jóni Þorbirni. Tjörvi aftur fer hann inn á línuna, aftur reynir Þorbjörn að losa sig, koma boltann út í hornið, Freyr inn og hann skorar! Freyr Brynjarsson með annað markið sitt, 19-17 og Haukarnir eru ennþá með í þessu. Sigurður, en við sáum það að Sigurður Eggertsson tók af skarið áðan og það eru slæm tíðindi fyrir Hauka því að hann er líklegur til að gera það aftur. Róbert Aron, Jóhann, reyna að rífa sig lausan og sjáu þið vörnina hér í Haukum, þeir vinna boltan. En hvað? Dæmi fót. Finnur dæmir hér fót á Gísla Jón Þórisson. Gísli tók hann að skotið. Og þá Róbert, Sigurður, Jóhann Gunnar og Siggi með undirhandarskot og mark. Hann er svo lúmskur í þessu. Sigurður Eggertsson, 3. markið hans, 20-17. Og Aron Rapp náði þessu ekki. Það er erfiðað með Sigurður Eggertsson þegar hann tekur þessu undirhandarskot. Þau geta ýmist komið upp við slána eða niður í gólf. Og þá Árni Steinn og Sigurbergur, fín vörn hann hjá frömmurum. Stefán Baldvins er fyrir mjög öflugur hérna fremstur. Árni Steinn, Sigurbergur missir boltann, nær honum aftur, aukakast. 6,5 mínúta tæp eftir af leiknum. 3 marka munur, Framar að halda þeim frá sér. Tjörvi, Árni Steinn og með skot í vörnina. Ægir Hrafn fagnar hér alveg ógurlega. Hann kastaði sér fyrir þetta skot. Og þeir fara fram hinum inn og Stefán Baldvin í dauðafæri en Aron Rapp er 10. skotið sitt. Já. Frömmurum lá ekkert á þarna en þetta var samt fín tilraun hjá þeim. Stefán Baldvin í gegn og hefði nánast geta gert út þetta. En Aron Rapp sá við honum. Tók hann að 10. skotið sitt. Og þeir spá hér og spekulera mikið þjálfararnir hjá Haukum. Aron og Óskar Ármanns. Mikil reynsla samankomið þarna hjá þessum tveimur og báðir voru leikstjórnendur á sínum tíma. Og er inn að koma boltanum út í hornið og Gylfi fyrir inn en Magnús Gunnar Ellensson tekur 13. skotið sitt. 4 skot komin í seinni hálfleik hjá honum. Og Framarar með Pálmann í höndunum hér ætlaðir að fagna Íslandsmeistaratitli hér í samvinni annað kvöldi í röð. Í gær voru það stelpunnar sem fögnuðu Íslandsmeistaratitli. Jóhann Gunnar og Sigurður út í hornið og Ólafur Jóhann Magnússon skora 4. markið sitt, 21-17. 4 marka munur á ný og
þeir ná næstu í að vinna boltan en þá galopnast allt og Jón Þorbjörn Jóhannsson inn og skorar 21-18. Einar var ekki hrifinn af þessu. Framarar gleymdu sér þetta, voru næstu búin að vinna boltan, gleymdu sér síðan og Haukarnir fengu ódýrt mark 21-18. 4 mínútur og 20 sekundur eftir. Jóhann Gunnar og skref og Sveinn Þorgeirsson hérna og Sigurbergur træðir boltan inn á línuna og sjáum markvörsluna hjá Magnúsi Gunnari Erlendsinni. 14. skotið hans og Einar klappar bara fyrir honum. Jón Þorbjörn hana dauðafrýr á línunni og Magnús Gunnar Erlendsson. Ég held að þetta sé 8. skotið sem hann tekur maður á mann algjörlega á móti fríumönnum og Jóhann Gunnar liggur hérna eftir búið að dæma aukakast. Þarna hékk hann í Sveini Þorgeirsinni og virðist að fengið högg. Sjáum til að Sveinn fær olnbogann eða öxlinn á honum í sig. Sveinn með línusendinguna. Þarna inn á Gylfa sýndist mér sem hann búinn að leysa inn. Og já, hann er með brotna tönn, sýnist mér, Jóhann Gunnar. Og það er spurning, spila maður með brotna tönn eða fer maður á bekkinn? Já, hann ætlar, held ég, að fara á bekkinn. Daði Hafþórsson fjallar ég við hann. Ég man nú eftir í þegar Daði var einu sinni hreinlega rotaður upp í Mosfellsbæ í baráttum Íslandsmeistaratitilinn. Þá kom varnarmaður Aftureldingar aðeins óvarlega út með höndina og lenti beint framan í Daða sem lá eftir steinrotaður. Hann talaði hér við Jóhann Gunnar sem fer af velli. Já, hann er vankaður strákurinn. Röltir hérna fram með mér og Einar Jónsson spjallar hér eitthvað við Anton dómara. Vildi fá eitthvað fyrir þetta. Og þetta er nú einmitt kannski skilt atvikinu sem var sem mest rætt hérna þegar dæmdur var ruðningur og 2 mínútur á Hauka í öðrum leik liðana hér í Safamýri. Og þetta er nefnilega málið. Sóknarmenn geta líka brotið af sér og hér er aukakast dæmt á Framara og áfram heldur sóknin. Árni Steinn og Magnús Ver en síðan er það Jón Þorbjörn Jóhannsson sem nær frákastinu, skora 4. markið sitt 21-19. 2 marka munur og 3 mínútur rétt rúma til leiksloka. Og hvað gera Haukarnir núna í varnarleiknum? Spila er alltaf að taka Sigur Eggertsson úr umferð sýnist mér. Býðu nú við. Heyrðu. Býttu nú við. Það blæðir og það sýnir nú aldeilis hvaða var sem fór í tönnina á Jóhanni Gunnari. Að það blæðir úr Sveini Þorgeirsinni og á olnboganum, hann er kominn á bekkinn. Það er verið að þurrka hér blóðið af handleggnum á honum og Elías Bóasson missir boltan en vel gert hjá Garðari Sigurðarsyni, hann náði honum og Róbert Aron. Sjáu þið vörnina núna hjá Haukum, þeir eru alveg tvítilóðir og það er verið að huga hér að Sveini Þorgeirsinni á bekknum, verið að þurrka blóðið eftir að hann, eftir tönnina sem að brotnaði úr Jóhanni Gunnar Einarsinni og það þarf þá ekki frekar vitnanna við hvort það var olnboginn eða öxlinn sem fór í andlitið á Jóhanni. Og leikurinn heldur áfram hérna. Róbert Aron og Elías. Róbert, það er ekkert að gerast hjá Sigurður. Það er að koma leiktöf
og Stefán Baldvin reynir að fara í gegn. Aron Rapp ver frá honum. 11. skotið hans og Haukarnir geta minnka munin í 1 mark. Og gera það! Árni Steinn Steinþórsson með 5. markið sitt. 21-20. Og enn eru rétt tæpar 2 mínútur til leiksloka. Og Sigurður Elías út á Ólaf Jóhann. Stefán Baldvin og Róbert Aron tekinn úr umferð. Elías keyrir inn í vörnina og aukakast. Þarna Garðar Sigurjóns. Reyna að búa til pláss fyrir hann þarna á línunni og gengur ekki rosalega smurt sóknarleikurinn hjá Frömmurum. Einar var náhyggjufullur hérna á bekknum. Tæplega 1,5 mínúta eftir. Mark núna færi langt með að skila Frömmurum sigri. Haukarnir eru búin að vinna upp 6 af mörkunum 7 sem skildi liðin af í hálfleik. Elías Sigurður og hann með skot og mark! Sigurður Eggertsson, gleðigjafinn í Safamýrinni, 22-20 og hinum megin aukakast. Tjörfi þarna í gegn en Magnús varði frá honum. Nú liggur þeim á, Sigurbergur kemur inn á. Tjörfi, þeir með ekki eyða miklu tíma í sóknina. Sveinn og út í hornið og Freyr nær ekki að skora. Ég sá hreinlega ekki hvort Magnús varði þetta. Ég held þetta hafi bara verið framhjá. Og þeir spila maður á mann. Ólaf Jón og þeir missa boltan. Framarar og brjóta síðan. Stefán Baldvin braut, aukakast dæmt. Og það ekki nema hálf mínúta eftir. Sigurbergur með skot í vörnina. Og hvað? Þeir taka leikhlé. Eða hvað? Haukarnir búin að taka leikhlé. Aron tók leikhlé áður en skoti kom. Og það innan við hálf mínúta eftir 2 marka munur. Það allt útlit fyrir að Framarar fagni hér Íslandsmeistaratitli annan daginn í röð. Haukar eiga leikhlé og Aukamanninn og er með. Vinstri, kemur upp á þetta skot. Árni, Nonni, klárar að fá hann. Árni með 1 og 2 og Gylfi á horninu. Þú hleypur bara út af. Hann spilar tilbaka og hleypur út af. Er þið með? Og maður það. Og svo maður á manni. Þeir setja aukamann inn á í sóknina. Arrab tekinn út af og Tjörfi kominn í gula treyju. Þeir eru með aukamann í sókninni. Það eru 32 sekúndur eftir. Þeir verða að ná skoti á næstu 5 sekúndum og freistaði síðan að vinna boltan. Sigurbergur og þeir reyna að koma boltan minn á lína, það gengur ekki. Stefán Baldvin vinnur hann og síðan Ólafur Jóhann Magnússon og hann skorar. Ólafur Jóhann Magnússon með 5. markið sitt, innsiglar sigur Framara 23-20. Og Haukar taka aftur leikhlé. Og já, ég veit ekki til hvers eru að því. Það eru Framarar sem taka leikhlé. Þeir eru að mjólka stundina. Ægir, þú ert inn á. Ok, hei, hlusta, strákar. Hei, Robby, þú farð hann. Siggi, þú tekur fríkastið. Ok? Elli er inn og ekki þú, takk fyrir ykkur. Hei, Elli, strákar, Steppi, farðir í horn. Ægir, þú situr eftir. Svíkar. Robby, þú situr eftir. Þeir eru farð hann. Steppi, Óli, sækir boltan. Svíkar eftir. Hérna bara. Nei, við erum að vera haus í lægin. Já, þeir skoruðu ekki á þann. Það var
Það svo margir búin að standa upp hérna fyrir framan mig. Ég sé ekki almennilega inn á völlinn, en hér eru 2 mínútur á Sigurberg. Það getur ekki annað verið. Nei, ekkert svoleiðis segja þér. Ólafur Jóhann stendur bara upp og þeir halda áfram Framarar. Það eru 8 sekúndur eftir, 7, 6 og Sigurður Eggjesson dribla boltanum bara. Gleðigefinn ætlar að klára þetta, sendir boltanum upp í stúku. Framarar fagna. Þeir eru Íslandsmeistarar 22-20. Framarar fagna hér öðrum Íslandsmeistaratitlinum á jafnmörgum dögum. Í gær voru það stelpurnar. Núna eru það strákarnir sem fagna Íslandsmeistaratitli. 10. Íslandsmeistaratitli Framara í karlaflokki og Einar Jónsson, þjálfari Framara, vinnur loks titil. Og það nú sætt fyrir hann sem er búinn að vera í öðru sæti skipti eftir skipti með stelpurnar. Og þá tekur hans við ásamt spekingunum okkar. Jæja, Reynir og Harpa. Þið höfðu enga trú á því að Haukarnir gætu náð þeim, en þeir svo gott sem, já, næstuðu gerðu það. Þeir náðu alltaf að gera þetta mjög spennandi, en mann fannst einhvern veginn Fram alltaf einhvern veginn vera með yfirhöndina og því fór sem fór. Þeir gerðu náttúrulega vel að ná sér niður í 1 mark, en munurum var bara of mikill og fyrri hálfleikurinn var dýrkeyptur. Getur hreinlega verið að Framarar hafi mætt svolítið passífir til leiks í síðari hálfleik, svona reynt að verja þessa fórustu sem við vorum með. Já, má vel verið að hafa eitthvað dottið tilbaka og svo byrjaði Aron að verja þarna í markinu á Haukum og einhvern veginn þeir bara gengur svolítið að leiða Haukarnir, en mér fannst Framararnir sína bara mikið styrk að klára þetta og frábært fyrir þá á afmælisárinu. Adolf Ingi er klár í viðtal. Magnús, Íslandsmeistari, hvernig hljómar það? Það hljómar alveg æðislega. Þetta er bara frábært. Það er bara loksins, maður, loksins! Þeir eru búin að berjast lengi fyrir þessu. Við erum búin að berjast lengi, en okkur að spá hvað 7. sæti. Við þjöppum okkur saman, komum tilbaka og þetta er bara frábært. Þú varst algjörlega magnaður í fyrri hálfleik, síðan datt þetta niður í seinni hálfleik og varst orðinn hræddur. Já, menn gáðu eftir, vörnir, þú veist, menn tauga óstyrkir. En svo bara þjöppum okkur saman, kláruðum þetta. Og bara, hvað getur sagt? Þetta er bara, þú veist, þetta er liðseffort, þetta er liðsíþrótt og þetta er bara frábært. Til hamingju. Takk. Magnús, töluðum þennan mann hérna fyrir leikinn og þið sögðu, hann er svona maður sem vil spila í svona stemningu. Já, ég minna, þetta er bara, það sannaðist núna. Maggi, hann á stóran þátt í þessum titli og hann var frábær hérna í kvöld. Alveg frábær. Einhverju 20 boltar hérna hjá honum. Já. Tölum aðeins þennan mann hérna, Einar Jónsson. Ég meina, Einar er náttúrulega bara frábær þjálfari. Hann hefur sýnt það í kalla og kvennaboltanum og hann er búinn að gera frábæra hluti með þetta lið og hann átt svo sannarlega skilið og þeir drenginni líka. Framarar, þeir urðu eiginlega bara að taka þennan leik. Þeir hefðu, já, þeir vildu bara ekki fara á Ásvelli í oddaleik. Nei, eins og ég sagði áðan, ég held að þetta hefði verið bestu séns Framarar til að vinna Íslandsmeistaratitilinn. Það hefði verið erfitt fyrir það að fara á Ásvelli, en þetta var bara frábær leikur þeirra hálfu og bara frábær karakter. Adolf Ingi er komið með Einar í viðtal. Einar, Íslandsmeistari loksins. Já, þetta er ótrúlegt, djöfull gaman maður, þetta er ógeðslega gaman og hérna, shit maður, ég get bara ekki lýst þessu, þetta er magna og fílíkt sem að þessi strákari hefur skilið, það er bara ótrúlegt. Ég kallaði þig áðan í lýsingunni Einar Annar Jónsson, þú ert búinn að vera svo oft í öðru sæti, nú ertu orðinn Einar fyrsti. Þú ert alltaf svo hundleiðilegu við mig, Adolf. Mála skrattan á vegginni hver skipti síðust í íþróttahúsi. En það má kalla mig hvað sem er, ég er alltaf Íslandsmeistar í dag. Og það er stór sigur. Það er mikill sigur, okkur að spáða fallbaráttu. Ýmislegt búið að ganga en hópurinn er búinn að vera ógeðslega þéttur, stjórnin, sjálfboðaliðarnir, allt fólki sem er starri kringum þetta. Þetta er þeirra dag og okkar allra og hérna fílík snild og bara fyrir klubbinn þessi síðustu 2 dagar náttúrulega alveg magnaðir. Það verður bara að segjast alveg svo er og örugglega ekki mörg lið ef nokkurn tímann eitthvað lið hefur leikið þetta eftir. Ég þekki ekki söguna en það er þó alltaf líka frábær árangur. Og þú ert að fara til Noregs eftir margar ára starf hjá Fram. Þú getur farið með bros og vör.
Já, ég get loksins, loksins, já, ég er að fara og það er frábært að fá að kveðja með þessum hætti. Það er ótrúlegt mitt uppeldisfélag og nú taka við nýjar áskoranir og algjörlega nýtt dæmi, þannig að ég veit það ekki maður, ég malbygga bara eitthvað maður, ég er að fara í go-kart bara. Hjartanlega til hamingju. Takk fyrir. Já, Einar talaði þarna þeim að spá fallbaráttu, við ræddum þetta svo sem fyrir leik, við kannski tökum bara upp þráðinn sem frá var horfinn, en þeim var spáð 7. sæti, Haukum spáð 1. sæti. Hvað, kannski við bara svona analysið aðeins, hvað skilar fram frá þessum óvænta titil? Það er náttúrulega öll vinna sem við kannski sjáum ekki, sem að þjálfarar og leikmenn leggja á sig. Ég veit að þeir eru búin að leggja mikið á sig og eins og ég sagði áðan, þá finnst mér eiginlega varnarleikurinn hafa svona lagt grunninn að þessu hjá þeim. Hann er búin að vera frábær og ég myndi segja að Fram væri bara best á liði og búið að vera best á liði eftir áramót. Veit ekki hvort að Adolf Ingi er komið með annað viðtal, nei. Hann er komið með Róbert Aron. Róbert, til hamingju. Takk fyrir. Hversu sætt er það að geta kallað sig Íslandsmeistara? Ógeðslega sætt. Ég var bara í orð. Þetta er æðislegt. Þið ætluðu ekkert að fara í 5. leikinn í Hafnarfirði? Ekki séns, við þurfum að taka þetta heima. Við töpum viljan til laugardaginn, sko. Til þess að geta tekið þetta núna. En svo var reyndu að gera þetta spennandi líka. Og svo aðeins fyrir áhorfendur. Já, þið gerðu það fyrir okkur að missa þetta honi í 1 mark þarna. Skemmtilega. Varstu orðið svolítið hræddur? Nei, aldrei hræddur. Þetta var eitt í boði, það var titillinn. Það var bara hannig. Og færði það ykkur, hvað gerði það fyrir ykkur að horfa á stelpunnar vinna þetta í gær? Það kveikti algjörlega í okkur maður. Að sjá þetta hérna heima í okkar húsi. Það var bara æðislegt að við. Til hamingju! Takk fyrir. Já, það hlýtur að hafa kveikt að hressilega í strákunum að sjá stelpunnar lyfta bikarnum inn í gegn. Það er engin spurning og rauninni frábært hjá Fram að ég bara óskaði minnilega til hamingju bæði stelpunum og strákunum og þetta sýnir bara hvað er búið að vera flott starf hjá Fram og flott uppbygging. Virkilega gaman að fylgjast með þeim. Adolf er komið með Sigur Eggertsson gleðigjafa. Gleðigjafinn Sigur Eggertsson til hamingju. Takk kærlega, Adolf minn. Þú hefur gefið út að þú ætlar að hætta, ætlar að standa við, ætlar að hætta sem Íslandsmeistari. Já, þetta er síðasti leikurinn. Þetta er fyrir mömmu, mamma er búin að þrábiðja mig í mörg ár að hætta þessu. Og nú, þetta loksins getið glatt hana. Og nú ertu orðin Íslandsmeistari og þú tókst af skarið í lokin. Já, datt einhverjum öðrum eitthvað annað í hug. Ekki mér allavega. Þetta var fyrir stelpunum mínar sem er í Indlandi, Sigg og Sunnu. Ég er búin að vera bachelor í 1,5 mánuð. Þetta var fyrir þær. Heyrðu, þá að fara að afhenda ykkur verðlaunin til hamingju. Takk kærlega, maður. Hann var eiginlega bara að sína okkur að núna okkur hann er kallaði gleðigjafinn. Já, og líka eins og Adolf sagði, hann dró vagnin fyrir þá hérna í restina og tók að skarið þegar þeir eru 20. Þegar Framarnir voru komin í vandræði, þá tók hann að skarið sem Sannu Sigurvegari. Og hann er bara búinn að spila frábærlega. Þetta hefði bara verið með eitthvað 1 mark eða ekki fyrir hálfleik. Já, og svo skorar hann hérna í restina af 3 mörk. Mjög mikilvæg mörk sem hann tók hann í lokin. Já, þannig að svo er kannski höldum líka aðeins áfram að ræða Sigga og Róbert Aron og það svona sérfræðingar töluðu það með Róbert Aron Hofstedt sko í toppformi að þá væri hann illviðráðanlegur. Já, Robby getur náð mjög langt. Hann hefur allt saman. Hann hefur skottækni og hann hefur kraftinn, hann hefur stökkkraftinn og hann getur spilað vörn. Hann hefur þetta allt saman. Þannig að hann getur orðið frábær leikmaður. Hér sjáum við frá verðlaunaafhendingunni, þeir eru að taka hérna á móti gullpenningum. Það er búið að afhenda Haukum silfurpenninginn. Þetta er gaman að sjá þeir koma hérna Haukarnir og óska frömmurum til hamingju með titilinn. Svona á þetta náttúrulega að vera. Haukarnir, er eitthvað hægt að tala endilega vonbrigði? Nei, þetta eru svona tímabil í heildina. Deildarmeistarar náttúrulega og þeir lenti í miklu hremmingum strax eftir áramótin upp úr landsliðspássunni og þeir hafa svona verið að vinna sig hægt og rólega út úr því og þeir eru búin að gera það vel og hérna eru svo sem búin að spila ágætlega í þessari úrslitakeppni en Fram er bara hreinlega besta liðið í dag. Og sáum að vörnin hjá Haukunum hérna í seinni hálfleik sérstaklega þegar að Haukar hrekkur í gang þá gerur það svo munum. Já, mjög flott vörn hjá þeim. Þeir voru
að ná þessu hérna í seinni hálfleik, þá var þetta rosa flott vörn hjá þeim, en það þarf að vera allan leikinn, það er ekki nóg að taka bara smá kafla. Hér Haraldur Þorvarðarson og Magnús Erlendsson að fá peningana sína hérna hálsinn. Guðmundur B. Ólafsson nýkjörinn formaður HSÍ sem að það er náttúrulega að vita það örgulega flestir, en Guðmundur starfaði lengi fyrir fram, þannig að þetta er sérstök ánægjustund fyrir hann, bæði í dag og í gær. Við kannski fáum að heyra örstuðt í Aroni Kristjánssoni, þjálfara Hauka. Aron, þetta hljóta að vera mikil vonbrigði, sérstaklega fyrir hálfleikurinn. Já, heldur betur. Við misnóttum ótrúlega mörg dauðafæri fyrir hálfleik. Sóknarleikurinn var mjög fínt, svona lengstum aðeins fyrir hálfleik, en allt og mörg ákjöfsóli færi fóru forgurum. Magnús Erlendsson spila virkilega vel í markinu og fram og okkar markmann kannski ekki eins sterkir í fyrir hálfleik, en Aron kom upp sterkur í seinni. En þetta var hörkubarátta. Já, við komum sterkir tilbaki í seinni hálfleik, gáum líf og sál í þetta og náðum að koma þessu í mikla spennu og með smá heppni höfum kannski geta komið þessu framleggingu. Já, takk fyrir það, Adolf. Og nú styttist í að Íslandsmeistarabikarinn fari á loft. Kvennalið Fram lyfti hérna bikarnum í gær og eftir örfáar sekundur þá tekur karlaliðið á móti bikarnum. Já, ég bara man hreinlega ekki eftir að þetta hafi gerst eða hvort þetta gerði síðast. Já, og líka á afmælis árinu, sko. Þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt. 105 ára afmæli og 2 titlar, þetta er bara ótrúlegt. Vel gert hjá þeim. Og stuðningsmenn Fram eiga mikinn heiður skilinn fyrir frábæra mætingu hérna í kvöld. Eitthvað sýnist mér Jóhann Gunnar samt vera að kíkja á tannlækni í fyrramáli. Tannlaus, tekur sinn tótt. Já. Svo þú voru að tína tönnina hann á gólfinu í lok leiksins. Íslandsmeistarabikarinn kostar